Harry og Meghan. Hæ, Guðbjörg heiti ég. Já, ég var að horfa á heimildamynd Harry prins og Meghan, konan hans. Eruð þið búin að sjá þessa heimildamynd? Ég megi endilega segja eitthvað það. Þau rauninni, ef þau eru ekki búin að sjá þessa heimildamynd, þá eru þau rauninni bara að segja frá sínu, hvað maður segja, sjónarhorni. Frá þeirra lífi, frá því að þau rauninni byrjuðu saman og þangað til bara svona nokkurn veginn í dag, eða kannski síðan í fyrra. Og það er alveg svona pínu átakanlegt á tímabili og mjög skrítin fjölskylda, verð ég að segja. Það sem að skipti þau meira máli er einhvern veginn stofnunin utanum konungsfjölskylduna heldur en fjölskyldan sjálf, sem er bara það ótrúlega sorglega við þetta allt saman. Ég er búin að horfa á líka á The Crown, fyrstu 2 seríurnar og rétt byrjuð á 3. Í rauninni finnst mér þetta bara sjúkt. Það er enda bara svolítið þannig að fólk skuli actually, já, ætla nú ekki að segja þannig, gefa upp lífið sitt fyrir einhverja svona staðalímynd, eitthvað rugl sem einhverju aðrir stjórna. Allt þitt líf er einhver annar sem að stjórna lífinu þínu. Vá, hversu sorglegt er það? Oh my god. Ég veit að ég er geðveik. Þoli ekki að skipta sér af. Eru þið búin að horfa á þetta? Ég kannski spurði á hann, ég man það ekki. En allavega ég skilði þau mjög vel að hafa í rauninni farið og losa sig undan fjölskyldunni. Og í rauninni, ég skil ekki alveg að ég missti af svo miklu. Þessi konungsfjölskylda er svo vitlaus, ég skil þetta ekki. Að nýta ekki hana sem tengingu við þessi önnur lönd sem að þau eiga að vera yfir, eða hvernig sem það er, allan undir Bretlandi. Já. Stundum er maður bara orðlaus. Og ég skil ekki heldur að William, bróðir hans Harry, að hann sjái ekki að það sem var að gerast með Meghan og það sem var í rauninni bara skipað að konungsfjölskyldunni var nákvæmlega það sem gerðist fyrir mömmas og það sem í rauninni bara drap hana. Það var ekkert annað en konungsfjölskyldan og breskir fjölmiðlar sem bara drápu hana. Og það var eiginlega bara nákvæmlega þannig að það var bara að fara að gerast fyrir Meghan. Og ég ætla bara að segja það að þeir drápu barnið þeirra líka. Hún misti barn. Og ég bara, mér finnst þetta viðbjóður. Að þetta skuli vera bara ennþá í dag, að þetta skuli bara vera eðlilegt. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Já. Ég bara verður reiður og orðlaus og allt það. En það er alveg margir búin að segja að þau hafa verið að ljúga í þessu viðtali. Ég sé eiginlega ekki alveg ástæðuna af hverju þau ætti að vera að ljúga.
að það er náttúrulega bara svo sjúklega mikið að lífum í gangi í fjölmiðlum og breski fjölmiðla er náttúrulega bara viðbjóður. Það er bara alveg á level við íslenska fjölmiðla, sko. Ég ekki svara fyrir það. En já, ég eiginlega bara stundum, já, eins og maður segir, maður verður eiginlega bara orðlaus. Ég ætlaði nú ekkert að hafa neitt langt vídeo. Ég er náttúrulega á seinustu stundum með að gera vídeo fyrir réttan tíma. En ég er allavega bara ánægð fyrir þeirra hönd. Þau litu út fyrir að vera mjög hamingjusam á bara öllum myndum og vídeum og öllu sem kom fram. Ég mæli alveg með að horfa á þessa heimildamynd, hvort sem að þau trúið þeim eða ekki. Af því að það er rauninni fullt sem kemur þarna fram sem að maður hafði aldrei heyrt áður og það var fullt sem að mig grunaði í rauninni. Og já. Og ég ætla líka bara að taka það fram, þetta er mín skoðun. Bara mín. Það er enginn að tróða þessari skoðun upp á mig og það er enginn sem hefur beðið mig að segja eitt né neitt. Eða já, bara svo það kom nú alveg örugglega fram líka. En já, þetta er líf sem ég myndi ekki vilja. Og ég veit að þó að þættirnir Crown séu náttúrulega ekkert alveg 100% eftir akkurat þú veist öllu, en allt það sem gerist í rauninni það sem var gert í rauninni allar ferðir og öll viðtölin og allt svona, þetta var í rauninni allt já, sem bara þannig að þetta er rauninni nokkuð satt, en það þarf náttúrulega oft að fylla upp í samtöl sem enginn var til staðar til að vitna í. Þannig að og það er rauninni bara algjörlega, ég veit ekki hvernig ég á að segja, ég sko eins og prins Philip, sko, ég vorkenndi honum náttúrulega bara geðveikt mikið. Og það er eiginlega bara, þú veist, það var bara eitthvað, neina, hann mátti ekki gera neitt, hann mátti ekki segja neitt, ekki fara neitt, ekki, þú veist, hann mátti ekki vinna það sem hann langaði að vinna, hann mátti ekki gera það sem þú veist, hann var einhvern veginn bara að gefa upp allt. Þetta er bara, þetta er svo klikkað, sko. En hún, ég er svo sem ekkert á móti hvorki drottningunni Elísabetunni prins Philip, sko. Þau náttúrulega bara stóðu sína plikt, eins og maður segir. Það er bara einhver viðbjóðsleg skylda sem fylgir í því að vera í þessari konungsfjölskyldu. Það er ekkert sem heitir að fá að vera fjölskylda eða vinir líka við, sko, af því að það þarf að velja allt fyrir þig, það þarf að gera allt fyrir þig og já, líka við bara hvað þú segir, sko, þú veist, þetta er svo sjúkt. Ég er allavega glöð að þurfa ekki að lifa þessu lífi. Það er reyndar ótrúlega að vita alls saman. Ég skil ekki að bara 2023 í öllu þessum að vera að tala um frelsi og allt það, þá er þessi fjölskylda ekki frjáls. Þau voru svo bara í fangelsi. Já, þetta er bara svo sorglegt. Það verður svo orðlaus, þetta er svo klikkað, þetta er svo ótrúlega klikkað. Já, en já, það er bara það sem ég ætlaði að segja um þetta. Þetta átti bara, eins og ég sagði þannig, þetta átti að vera stutt vídeó, mjög stutt vídeó. En svona það, þetta er bara, já, ég veit ekki hvað að segja, maður er bara, já, en allavega, þetta er stutta vídeóið sem er næstu orðið alveg langt.
Harry og Meghan. Ég óska þeim bara allavega góðs gengis í þeirra lífi og bara þau eru samt að gera frábæra hluti. Og það er bara gott. En annars bara bið heilsa ykkur, verið góð við hvort annað. Verið þakklátt. Segið þeim sem að þið elskið að þið elskið þau. Af því maður veit aldrei hvernig tíminn þinn er kominn. En já, bara takk fyrir þetta skiptið og við sjáumst næst. Bye!